Jæja, það voru loka átökin. Það eru 3 skákir eftir. Staðan er 4,5, 2,5. Og við ætlum að fara í 7. skákina. Sem að byrjar þá hér. Og ég er með svart. E4. Ég ætla að prófa að breyta aðeins út af og leika E5. Og sjá hvað Gauti kemur með á móti því. Það getur telt allt, sko. Það getur telt skosk, já, einmitt. Gerðu það. Og ég er svo sem ekki með neitt tilbúið á móti þessu, en þetta er svona klassískt að leika biskup C5 bara. Og hann getur leikið, já, hann leikur þangað. Ég verði ekki að ég kann ekkert í þessu, sko. Riddari C3. Með minni, sko, að það sé hægt að leika eitthvað riddari G til E7. Ég tefla ekki E4, E5, sko, að staðaldri, sem sagt. Bara svo þið vitið það. Ég er bara að gera eitthvað svona eftir óljósu minni. Eitthvað sem ég hef einhvern tímann séð á drottning G2, ég hef aldrei séð þetta. Ég veit ekkert hvað er að gerast hérna. En riddari D5 hlýtur að vera einhver hugmynd hjá honum. Þannig ég ætla bara að leyfa honum það og leika, sko, hann er líka að stoppa, þetta er svolítið klókuleikur hjá honum, hann stoppa mig að leika D5 líka, sko. Ef ég hróka stutt núna, það hlýtur að vera til að ég er ekki að vera að máta strax. Biskup G5, hann hróka kannski langt sjálfur. Og ég var að pæla í að leika með skrýtnileik hérna. Ég var að pæla í að leika, sko, F6. Það lítur skringil út, af því hann er eiginlega að hóta að leika riddari D5. Ég ætla að leika F6 þó það lítið fáránlega út. Ef ég samt leik D5 eins og ég var að hugsa um að gera þá hrókar hann örugglega langt, sko. Bölvaður. Þannig að ég ætla að gera eitthvað annað. Sko, ég get leikið D6, hann hrókar langt. Ég get haft biskupinn minn á E6. Ég get það í sjálfu sér alveg. Ef ég leik D5 þá hrókar hann langt og pressan eftir D-línunni er mjög leiðileg. Ég ætla að prófa þetta bara. Þetta er kjánlegt að vera með P hér, en ég er að vonast til þess að geta valda hvíturreituna mína hérna með biskup E6. Svo kannski get ég eitthvað gert hérna síðar ævina. Það hrókar já langt. Ég get alltaf reynt að pota einhverjum P-um hérna af stað. Gerir í sjálfu sér ekki mikið. Þessi riddarans er ekki að fara neitt langt. Hann gæti alltaf að fara hingað. Þannig að biskup E6 lítur eðlilega út. Sko það sem ég sá fyrir mig kannski gera var að setja drottningur minni hingað. Hróki minn hér. Og reynilega F5 einhvern tímann. Komandi ná henni framtíð. Ok, hann er skynsamur að stoppa það. Þetta er góð leikur eitthvað þetta. Mjög góð leikur hjá honum. Ég var að gera eitthvað. Nú getur hann alltaf að leika riddari A4 og hótar það kannski að fara hingað í einhverjum tilfellum sem að væri mjög leiðilegt. Hann gerir það reyndar ekki. Sko ég er alveg til í að Þetta nú við. A4 tekið hér vinnur fyrir svartan. A4, riddari D2, sko biskup A5 er svolítið fyndilegur í þeirri stöðu. Hann getur leikið hérna riddari C5 í sjálfu sér. Hann ætti nú kannski að gera það, hann fer þangað, ok. Sko, ég hef ekkert á móti því að drepa þetta þannig, sko. Vegna þess að ég get sett P-ið mína öll á svartareiti og við erum báðið með hvítareitabiskup. Og ég get svona reynt að tefla einhvern veginn á svartareitunum. En sjálfsagt ekkert merkilegt þannig. Ég er tök á stöðunni, ég er ekki með neinn P-ið á miðborðinu eða neitt þannig. Þetta P-ið kannski bara veikleiki, hugsanlega. Ég má ekki tefla á hægt, ég er með miklu verri tíma. Núna er að búa til reit fyrir biskupinn ef ég þarf í einhverjum tilfellum af því að ég ætla að reyna eitthvað
að leika D5 kannski, en það svolítið langt í það. Sko, prófum þetta hérna. Og hér. Þetta svolítið handaáskemmt hjá mér. Ég gera svolítið margt í einu. Svolítið stefnulaust. Ég aðalega að reyna sko að trufla hann og svo hann máti mikið kóngsvagnum. Og nú ég farin að príla eitthvað aðeins á C-línunni. Hann hefði kannski átt að bregðast þessu annan hátt af því nú ég alltaf komið með eitthvað spil upp úr þöru. Ok, þetta góða leikur og hann eftir hrókur C5 þá reyndar bara í burtu sko og þá hótar hann þessum. Og ég einhverja taktík í því. Á ég eitthvað í því. Sé ekkert. Ég ætla að leika samt. Ég ætla að reyna að halda pressunni. Ef pressu skildi kalla. Vantar riddara minn fyrst og fremst. Já. Ok, nú þetta alltaf hrynja. Sko, nú ég með smá hérna. Smá svona pott. Ég get kannski nota bílvélina núna. Gerum það, kannski þetta einhver veikleiki, veit það ekki. Kemur ljós. Hann mjög úrræðagóður, hann Gauti Páll í dag. Heldur mér áhyggjum. Sko, já, ég misti þessu. Öll endatöfl fyrir hvítan góð hérna og nú ég bara að ég að verða undir hérna á kóngsvagnum. Þetta ekki gott fyrir mig. Og ég reyna að binda drottningun hans. Þannig slitnaði tengingin og ég féll á tíma. En ég var enda að koma með frekar lélega stöðu. Þetta að leika hrókur E8 og þá hefði hann kannski geta sko valda C-þrúpeðið sitt og síðan bara þrefaldið á G-línunni og ég held ég væri mát þar. En ok, 4,5, 3,5, gríðarlega spennandi, 2 skákir eftir og ég held ég þurfa 1 vinning viðbót til þess að komast yfir 5 vinninga og vinna þannig við. Og ég fyrir 2 tækifæri til þess. Það frönsku vörn og ég ætla að sko, mér langar að tefla þetta hér eins og tölvurnar tefla þetta en ég ætla að tefla bara eins og Karpo tefla þetta það traustara og já hérna bara ég held að Gauti kunni þetta mjög betur en ég kann bara svona grunnatriðin í þessu fyrir hvítan drottning D6 eða D8 eða D7 ég veit ekkert hvað munurinn á því öllu saman en drottning D8 og nú ætla ég að P tilbaka svona einhvern veginn og hann leggur örugglega riddari C6 þá ætla ég að taka upp D4 það spurning hvort ég ætti að tefla hérna afbrigði sem ég stundum telt með uppskipt af drottningum ég veit að það leðilegt kannski en það henta mér ágætlega af því að mér langar að bakka með biskupinu og fara með hann hingað og setja pressu á skáklínuna ég ætla að gera það strax áður en hann að gera þetta ég held að svartur þurfi að vera þetta fljótur að reka kallarinn minni fyrir ekki, ég ætla ekki að gera þetta reka kallarinn mín í burtu hérna áður en ég næ einhverjum tökum á stöðunni því planið mitt að leika biskup F3 C4 og svo íta peðanum þar sem ég peða mér að luta á drottninganum íta peðanum þar og pressa þar sko þannig að nú hann í smá vandræði með biskupin sinn og ef ég fæ í friði að leika biskup F4 til dæmis eins og núna þá gæti hann verið þetta lengi að þróa stöðunni sína á drottningavengnum
Og ef hann leikur riddari D5 þá ætla ég að drepa og leika hrókur E1 og þá er ég með góða blokkeringu á stakapéðið hans og betur endtafl. Að ég held. Ég hefði líka getað bakkað um biskupinn og haldið pressunni. Mér líst vel á þessa stöðu hér. Þetta er staðan sem ég sá fyrir mér. Vegna þess að ef hann tekur og ég tek mér hrók þá er hann með mjög leiðilegt afl og leiðilegan biskup. Og ef hann fer með biskupinn í burtu, ok, ég held að þetta sé mun betra á mig. Eða mér líður þannig allavega. Vegna þess að núna get ég leikið bara hrókur Ari til einar einn og hóta máti á E8. Hann verður að fara annarkvæmst með kónginn eða biskupinn og sko ég get leikið hrókur E7 og ég rauninni bara tvöfald á 7. rauðurinn eða svona hóta því. En ég vil ekki leyfa hann að leiða fyrir mig hrókin á C7 þá nær hann að létta stöðuna á E8. Og hvað myndi hann gera ef hann ætti leik hér? Hann myndi væntanlega vilja leika biskupnum einhvert. Hann má ekki fara á D7 þá vinn ég D5-peðið. Hann getur fara á G4 en það fer svo sem ekkert mikið lengra en það. Þannig ég gæti sjálfur sér alveg bara leikið einhver rólegan leik. Hann á eiginlega enga gagnlega leiki sko. Þannig, hann getur ekki að leikið B5 þá kemur riddari C6 og hrókurinn má ekki fara neitt út af mótinu. Hann getur leikið F6. Ég ætla bara að leika einum svona hálfgerðum passleik, setja peð á svartan reit og nú ætla ég að fara með hrókinn minn upp á 7. rauðaröð og þetta hlýtur að vera bölvað vesen fyrir hann. Hlýtur að vera það. Hann er vissulega ekki mát lengur á E8 en hann geti svo sem alveg leikir hrókur D6 ef það er eitthvað. En ég skáka á E8 og þá er ég með leppuna á biskupinn á C8. Biskup D7, já. Já, nú náttúrulega vinn ég ekki lengur þetta, ég glemdi því nú. Við viðurkenna það. En hann hóta kannski núna leikar hrókur E8. Sko, ég ætla allavega að setja peðum eftir svartan reit. Koma kongnum nær. Og ég er ekkert á móti uppskiptum hérna. Af því að ég hefði nú svo sem sjálfur sér átt að halda hrókunum inn á borðinu. En ef einhver er að fara að vinna þetta endtafl þá er ég. Ég er aldrei að fara að tapa. Já, það kemur ljós. En ætti ég að koma kóngnum mínum á D4? Hvernig á ég að tefla þetta eiginlega? Prófa það. Hann ætti kannski að leika biskup A4 núna. Hann gerir það ekki. Ok, ég er alveg satt að hafa kóngið mig hér. Og manni var riddaranum á E3 til að pressa hér. Þannig ég ætla að fara hingað. Hann getur sett biskupinn sinn hér, vissulega. Það er nú skynsamlega gert hjá honum. Að reyna það. Ég veit ekkert hvort það sé hægt að vinna þetta, en þetta er allavega svona... Þetta er allavega staða sem er ansi leiðileg fyrir hann að verjast í. Nú er ég að koma hingað. Hóta þá peðinu og kannski að hoppa hér ef að biskupinn passar sig ekki. Nú þarf hann örugglega að leika G6. Væntanlega. Og nú ætla ég kannski að fara að pota þessum peðum eitthvað. Ok, nú á ég C5 reitinn. Þannig að nú ætla ég að fara þangað. Takk eftir að ég er að setja peðið minn alltaf svarta reiti. Vegna þess að ég vil ekki að biskupinn hans geti hótað peðanum mínum. Þannig að hann er sem sagt með, ég ætla að taka þetta, hann er með veikleika á A6. Þannig hefði ég reynda getað byrjað að leika H4. Nú ætla ég að leika H4. Og svo ætla ég að fara hingað. Hóta þessum og þá ætti ég að vera komin í gegn. Hér.
Ég sé ekki hvernig hann ætlar að verjast hér. Það mátti ég náttúrulega leika kóng G6 til að stoppa biskup F7. En sjálf sem kannski skiptir ekki öllu máli. Ég get bara ítt D-peðinu mínu líka. Og hann gefst upp. Þetta var vel útfærskák, ég er nokkuð ánægður með þetta plan. Þetta var svona frekar rólegt, takmarka, stöðuleg, en þetta var fullkomleg. Þannig að við skulum fara í síðustu skák einvígisins. Það er 10. skákinn. Staðan er orðin 5,5, 3,5. Ég hef komið með varanlegt forskot í einvíginu, en Gauti getur minnkað muninn með sigri hér. Og það er E4 og við fara bara í eitthvað nýtt. Það er svolítið fjölbreytt. Og að tefla hérna tískuvörð sem ég ger nú ekki oft. Eða aldrei. Biskup E2. Ætlar hann að tefla bara eins og menn gerir í gamla daga með riddara F3 og hrókast. Nei, hann ætlar að tefla frumlega. Og það er spurning hvort ég ætti að leika H5 eða H6 til að geta svara H5 með G5. Hérna, ég ætla að leika H5. Þá far hann vissulega reit fyrir riddarann sinn hér, en ég ætla að sækja á drottning Anglim í staðinn. Hann stoppar það og þá ætla ég að hafa biskupinn minn hér og pínur hræddur hann ætla að fara að leika E5 eða eitthvað svona, þannig ég ætla að vera hér og ég ætla tilbúin að leika E6 ef hann leikur biskup C4. Ég er ekki viss að ég vilja hróka stutt endilega, ekki strax að það, ég ætla að sjá hvað hann þarf að gera. Ok, nú ætti ég, ef hann er að fara hingað, og hlýti ég að þurfa að sækja á miðborðinu eða leika C5 núna. Ef ekki C5 þá læsir hann stöðunni kannski með að leika D5. Ég get líka að leika E5 en hann læsir stöðunni samt með að leika D5. Ég get byrjað að leika riddari D7 en það breytir held ég engu. Ég ætla bara að prófa að leika C5. Hann leikur örugglega D5 og þá er ég svolítið aðþrengdur. Þetta er svo kannski ekki sniðugt hjá mér, en hann á mjög svona frítt spil bara hérna með að leika biskup E3 eða G4 og eitthvað. Ég þarf að reyna að vera klókur hérna einhvern veginn. Byrjum á þessum, sjá hvað gerist, við megum ekki hugsa mikið. Sko, biskup F4, ok. Ég ætla að fara hér. Ég ætla að reyna eitthvað svona. Búið til eitthvað pláss fyrir kallaða mína. Ég ætla að fara hingað. Kannski reyna að fara hér. Kannski. Sko, ætlar hann að hróka langt, ætlar hann að hróka stutt, eða ætlar hann ekkert að hróka. Og sama með mig, ég er nú sennilega ekki drottning E3. Af hverju er hann að gera það? Ég veit það ekki. Ég hef ekki hugmynd. Ég langar að leika C4 en það verður peðið mér svolítið veikt. Ég verði að fá eitthvað spil. Hugmyndin mín er að fara hér og hér. En hann á reyndar, fyrst hann með drottningun og E3 og hann á alltaf þetta í framhaldinu. Þannig kannski þarf ég að fórna peði hérna einhvers staðar. Gæti líka falist eftir uppskiptum á drottningum með drottning C5. Ég er náttúrulega með miklu minna rými og þá hjálpar ofta að létta aðeins á stöðunni til að kallandi fái meira pláss.
En ég tapa alltaf piðinu á C4 í staðinn. Ok, ég ætla ekki að drepa þetta held ég. Að leyfa honum frekar að taka hjá mér. Ég ætla bara að fara hér. Og kannski hér. Eða drottning C5 kannski. Kemur líka til greina. Ég veit ekki alveg hvað hann ætti að gera sko. Núna. Hann þarf ekki að vera hræddur við að ég leggi B5 af því hann á alltaf með hrókur A7. Þetta er pirrandi leikur fyrir mig. Eða hvað? Kannski ekki. Kannski alltaf leið. Skiptir einhver máli kannski. Ok, hann bakkar bara. Þá ætla ég bara að leika B5 held ég. Drepa með peði og reyna að fá eitthvað spil. Nú var hann með ég mista þessum. Þetta var Gauti sniður. Fjalli beint í gildrun hans. Ef ég tekur hann með hrók þá tekur hann auðvitað A8. Þetta hefði ég átt að sjá. En reynum að gera gott úr þessu. Reynum að gera gott úr þessu öllu saman. Sko ef ég tek á B, hann tekur A8, ég ber fyrir, drepið, það er ekki gott fyrir mig. Það er ekki gott fyrir mig. Ef ég leik drottning B6, ætti að gera það. Ekki. Já, neða tekur hann á C4. Ég held ég var að gera þetta, þó þetta sé ekki fallegt. Þó þetta sé ekki fallegt. Og ætti að segja það. Og ég er með mun verið tíma líka. Ég vonast til þess að fá eitthvað press eftir B-lífinni. Ég er að hóta að taka B2 kannski núna. Hann stoppar það. Sko núna held ég verð að gera eitthvað eins og þetta hérna. Ég verð að valda þennan. Ef hann tekur hér þá get ég alltaf verið uppskipt og tekið B2 peða. Núna er ég með einhverjar hótanir hérna eftir skálífinni. Núna drepi ég og tek hér. Og þá er þessi allavega ekki leppur. En núna skáka ég hér eða ekki. Þannig að ég væntanlega mista þessum. Smá klaufaskapur í honum að leyfa mér þetta. Það er komið með mjög vanlegt tafl hérna. Núna get ég einhvern veginn létt á stöðinni bara. Ég get tekið hér með skák og tekið hér. Og allt bara rock solid. Og svo tek ég bara H4 held ég. Og skáka svo hér ef hann leikur hrókur F5. Þá get ég tekið hér. Eða skáka já. Er nokkuð náð þráskak í þessu? Nei, ég sleppa F6. Og áður en ég lendi í einhverju vandræðum þá ætla ég að búa þetta flottalega fyrir kónginn minn. Og bjóða Gauta upp á uppskipti sem verður ekki hagstætt fyrir hann af því hann er hrók undir. Og núna þegar kóngurinn minn er öruggur þá ætti þetta að hafast. Skák. Ups, gleymdi þessum. Smá klaufaskapur í úrvinnslunni. Riddari valda kóng vel. Ups, ég átti skák hér, mista því líka. Taktíkin ekki alveg upp á sitt besta hérna. Sko, hér.
Nei, hér. Pú, 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 pú. Já. Hvað er þetta? Var þetta léleg tækni hjá mér hérna? Mjög slögg tækni. Gamall og hægur. Ok, ég ætla að fara núna með mann yfir. Ég var hrók yfir. Og ég er búinn að tapa peði. Ég ætla að fara með rittan á DS og valda FC-peðið mitt. Byrja á því. Og svo ætla ég að reyna að virkja hrókið minn. Og sé línunni. Hérna. Hérna. Og hér bara. Hérna. Og hér. Og það er ekkert auðvitað að vinna þetta hérna. Það er alls ekki auðvitað að vinna þetta. Ok. Núna ætti þetta að hafast. Skák. Og svo get ég haft kónginn minn hérna og ítt peðinu. Í rólegheitum. Reiki kónginn hans í burtu. Nota biskupinn til að skila kóngnum. Hrókið minn þokkalega öruggan. Taka skjól fyrir kónginn hérna. Skáka þá. Íta peðinu. Og íta peðinu. Og íta peðinu. Nú hóta ég eftir skák og hrók upp í 1. Einu sem ég þarf að gera núna er að passa með pattan ekki, en það er engin hætta á því. Ok, tengingin mín léleg hérna allt í einu. Hvað er að gerast þetta? Já, komið aftur. Og hann gaf. Þetta hafðist með herkjum í lokin. En skemmtilega einvígi í lokið. Endaði 6,5 3,5. Gauti jafnaði 2,5 2,5 en það eftir fyrri hlutan. Svo komst ég inn í þetta með 2 sigurum í röð. Vann hann eina og svo vann ég 2 síðustu í lokin. Mjög skemmtilegt devi. Ég þakka Gauta fyrir þetta og vonandi höfðu gaman að þessu, vonandi lærði einhver eitthvað á þessu. Ég held ég hafi lært ýmislegt um byrjunarfræðin og það er ýmislegt sem ég finn að ég þarf að skoða eftir þetta. Það er að rifja upp eitt og annað sem að Gauti var að tefla á móti mér. Gott er að vera klár á. En þetta var skemmtilegt og vonandi endurtökum við þetta aftur síðar. Takk fyrir áhorfið. Bless, bless.